gaman að sjá ykkur og gaman að vera hér í fyrsta skipti í annað skipti. Eða það að segja síðan að nýtt líf hófst hérna. Ég var að vinna hjá Rafmagnsveitu Reykjavíkur við kolefnisbindingu á 75 ára afmælinu. Við vorum að rannsaka hvort það var hægt að knýja borgina með stöðurafmagni. En þarna ég kynntist konunni minni í þessum dyrum þarna þess að hér unnu við í 6 sumur og í garðyrkjudeildinni Óli einhvers þar? Nei, kannski ekki. En allavega hvað sér þið? Kemur eftir, já. Já, ég kynntist konunni minni í þessum dyrum og hérna var kaffistofan okkar og hérna vorum við og dvöldum öll sumur og eignaðist marga mínum bestu vinnum, hinn Siggi Skyr þarna. Og eftir mig í borginni liggja margvísleg mannvirki eins og þessi stórkostlega hellulögn í Hlíðarsmára og meistaravöllum þannig Jötunsteinar 15 sinnum 10 sinnum 10 og þetta var mjög skemmtileg vinna og ég ætlaði aldrei að vinna innivinnu. Það var það eina sem ég var búin að ákveða. Ég ætlaði aldrei að vinna innivinnu en það fór einhvern veginn öðruvísi. En við erum alltaf að tala um vatni núna og já, ég kynntist konum minn hérna. Og hér 11 ár virkjun og 11 ár stöð og hefur þátt vænt allan þennan dal og alin upp hérna í dalnum og þessi virkjun sem vandasöm í þessari náttúru 3 megawatt og knúði líklegast 3000 heimili, það ekki, á sínum tíma, svona 1 megawatt á hver 1000, allavega í nútímanum. Og þess vegna finnst manni skrítið þegar maður búin að umgangast þessa á alla ævi og þekkir á og veit hvað flókið að grípa inn í á og bara hvað á þá svo sérkennilegt að virkjanir yfir 9,9, allt fyrir neðan 9,9 sé talið lítið. Af því mér finnst 11 ár bara mjög stórar. Mér finnst 11 ár bara vera alvöru ár, mér finnst 11 ár ekki vera lækur. Mér finnst 11 ár bara vera almennlegt, eðlilegt vassfall og þess vegna finnst mér sérkennilegt þegar svo náttúrulega tilviljun gerist á landinu að allt í einu allir virkjunarkostir 9,9 megawatt og það bara annarkvort eitthvað svona stjarnfræðileg tilviljun eða eitthvað stjarnfræðilega skrítið í bara hvernig við umgangust þessi mál vegna þess að líklegast væri fyrir sama rask hægt að byggja 13 megawatta virkjun eða 15 eða 19 eða þá gæti hún verið minnið, ég veit það ekki. Mér finnst allavega mjög líklegt að mjög mikið af orku sé að fara í gúanó. Það sé að fara til spillis af því að mann einhvern veginn að reyna að sleppa einn í skýrslu og ég veit það bara ekki, þið þekkið þetta betur. En mér finnst þetta að vera svolítið áfellisdómur hvernig við erum að nýta okkar náttúru núna og okkar ár og umgangast þær að fara á svig við að þessi ótrúlega tilviljun að eiginlega allar virkjanir núna eru bara 9,9 megawatt. Og þegar þessi gullöld virkjunar að hefjast aftur þá óttast ég 11 ár Íslands og þrefaldar 11 ár Íslands í þessu samhengi. Að við getum fara að gera eitthvað mistök, hvað var fiska, hvað var náttúru, hvað var umhverfi. Og já, þannig að það það sem að maður velti fyrir sér, þegar við erum að byggja þessi virkjanir erum við að byggja þær að því við erum klár, vel menntuð og vel skipulögð og vel rekið samfélag eða erum við að gera bara eitthvað algjört rugl. Þannig að það kannski spurningin sem mér finnst mjög mikilvægt að fjalla Ef það á að virkja á annað borð, þá gera það 12 megawatt eða 15 eða 16 eða 8 en mjög einkennilegt að þessi allar 9,9. Ég búin að hringja í Siemens og það ekki staðaleiningin þeirra 9,9 megawatt. Það er ekki út af neinni ytri ástæðu. Síðan náttúrulega bara það sem að gerast í okkar tíma. Þess að hvað heitir okkar tími vegna þess að ég skrifaði bók loftslagsbreytingar og þegar ég sagði vinnum mínum að ég ætlaði að skrifa loftslagsbreytingar þá voru allir bara, byrjar hann aftur. En þegar ég sagðist vera að skrifa tíma og vatn þá sagði allir, já, áhugavert, hvað áttu við? Og þá útskýr ég það, já, þessari öld þá allt eðli vass á jörðinni samtímis að fara á skorðum. Þess að jöklarnir að fara niður, hafsborðið að rísa, veðrakerfin að breytast, árstíðirnar að breytast, snjór, rigning, veðrakvolfin að fara að geyma meira vatn heldur við gátu áður út af meiri orku og þar af leiðandi geta búið til ofsafengnar í flóð. Sífrerinn að bráðna, sýrustig hafsins að breytast
og jafnvel hafstraumarnir getur farið að sveigja af leið. Þá var allir bara shit. Það alvarlegt, sagði þeir. Já, það alvarlegt, sagði ég. Sumir kallaða loftslagsbreytingar. Og það svo sérkennilegt að við búum til eitthvað hnattræn hlýnun, loftslagsbreytingar, þegar kannski bara lýsir orðið hreinlega ekki hvað að gerast. Að við erum að ganga inn í einhverja öld vatnsins, þar sem að allt vatn í rauninni í heiminum að raskast eða finna sér annan farveg eða annað form eða annað jafnvægi. Kannski tekur það nokkur þúsund ára að finna annað jafnvægi, en það að leita í annað jafnvægi heldur en það hefur verið í á síðustu 6.000 árum. Og það svolítið vandi vegna þess að við erum cirka 8 milljarðar sem eru búin að raða okkur upp á jörðinni til samræmis við þetta 6.000 ára jafnvægi. Og þessi hliðrun gæti orðið einhver svona sársaukafullsta hliðrun sem að bara hægt að ímynda sér. Þannig að nú dagur jöklana og Jöklarannsóknarfélagið að halda upp á það í dag vestur í bæ með sýningu í loftskeytastöðinni sem þetta að kíkja á. Og eftir 70 ára jöklarannsóknir á Íslandi þá komin alveg gríðarleg þekking á í rauninni hvert jöklarnir okkar að fara og við sjáum að þeir eru í rauninni að hverfa bara beinlínis á þessari öld. Og þetta ekki þróun sem eðlileg á neinn hátt. Þetta náttúran að yfirgefa jarðfræðilegan hraða og breytast á mannlegum hraða. Og þegar það byrjar svoleiðis, og þið þekkið það kannski betur í náttúrunni, að það ekkert línulegt í náttúrunni. Þegar eitt byrjar að hreyfast á þennan hátt, þá kemur eitthvað sviphögg úr annarri átt og einhver mjög óvænt breyting. Þannig að vatnið í rauninni stóra málið fyrir okkar tíma. Og meira segja bara á mínum líftíma, ekki bara á mínum líftíma, heldur á líftíma barnsins míns hafi jöklarnir breyst svona. Þannig að Ólafur Elíasson, myndlistarmaður, hann gerði jöklaseríu árið 1999. Sonur minn varð aðstofamaður hans til þess að þegar hann var að endurtaka seríuna 20 árum síðar árið 2019. Þannig að bara ekki minni ömmu minnar eða elstra manna tölu, þá hafa jöklarnir á Íslandi breyst svona og þetta í rauninni sprenging. Hún svolítið hægfara en þetta sprenging. Og síðan þetta að gerast ekki bara á Íslandi heldur fyrir alla jökla, samtímis allstæðar í heiminum og það cirka 2 milljarðar manna sem búa í fjalllendi sem reiða sig á snjóalög, bæði vetrarsnjó og síðan reglulega bráðnun jökla. Ef við horfum á Himalajasvæðið, ef við horfum á Andesfjöllin, þá að koma gríðarlegt rask í allan vatnsbúskap mannsins núna á þessari öld. Og það bara fyrirliggjandi og þetta að gerast síðan á sama tíma á strandsvæðin eru undir álagi af völdum rísandi sjávar sem ekki bara vandræði heldur vegna þess að þá rennur sjórinn inn í grunnvatnsgeymana og neysluvatnsbirgðir margra stórborga. Þannig að öld vatnsins myndi ég kalla það, frekar en öld loftslagsbreytinga, af því að vatnið bara, við skiljum það miklu betur heldur en orðið breytingar. Og svo náttúrulega sýrustig sjávar sem að falla á þessari öld úr kannski 8,1 í 7,7 og það stærsta breyting í hafinu í 50 milljón ár. Og vandinn við að tala þetta sá að eiginlega öll orðin sem að getur notað eru merkingarlaus. Það segja, ef ég segi árið 2100 talið að sýrustig sjávar falli úr 8,1 niður í 7,7 og það stærsta breytingin í hafinu í 50 milljón ár, þá allt sem ég sagði merkingarlaust. Eiginlega hvert einasta orð. 2100 merkingarlaust vegna þess að ef ég spyr ykkur, þið sammála því að 1970 var fyrir 30 árum, þá segi ég allir já. Bara já, þetta. Og svo ef ég segi það var fyrir 55 árum, bara hvernig getur það verið? Já, svona svipað að þú ert 55 ára. og síðan, og á einhvern undarlegan hátt, var 2000 kóðað svo fast í hausinn á okkur að ég get hugsað 5., 7., 7., 8., 9., 10. áratuginn og ég get séð ákveðna tísku, hárgreiðslur, tónlist, ég sé eitthvað fyrir mér. En allt eftir 2000 bara svona eitt langt mauk. Mér finnst ég hafa verið í sama jakkanum bara síðan árið 2000.
og það eins og við getum ekki einu svona sundugreint öldina, annarkvort erum við í afneitun að öldin hafi byrjað og við viljum ekki eldast og viljum ekki gangin í öldina, en þess að við skiljum ekki öldina. Þannig að þegar við segjum 2100 þá hefur það enga merkingu. 8,1 niður í 7,7, einhverjir hér inni skilja það, gerir ráð fyrir, en myndi fólk gráta ef við segja 7,6 eða 7,5. Og ég veit ekki neitt neila sem getur svona hugsað, svona skala tilfinningar sínar logaritmist hvern 0,1, þannig að hann sé 10 sinnum sorgmættari við hverja 0,1. Og svo 50 milljón ár, það beinlínis þýðir bara að ein manneskja sem fæðist núna og verður ekki jafngömul og amma, heldur bara mamma, að upplifa stærri breytingar í hafinu heldur en ekki allir forfeður mannsins, sem 300.000 ára gamall, eða forfeður Homo sapiens tegundarinnar sem 5 milljón ára gömul, heldur tíföld þróunarsaga mannsins að verka á einni manneskju áður en nær eða svona rétt yfir starfsloka aldur. Og það aftur sprenging. Og þannig að hvert og eitt af þessu sem ég sýndi ykkur nægilega stórt til þess að vera svo kölluð viðmiðaskipti. Það að það sem þú tekur bara allt sem þú ert að gera, allt sem þú ert að pæla í, allt sem þú ert að hugsa, allt sem þú ákvaðst, allt sem þú lærðir og endur reiknar það út frá þessu vegna þess að þetta átti aldrei að gerast. Og í rauninni má segja að þetta sé nánast svona goðsöguleg breyting vegna þess að þessi breyting á vatni jarðar verður munað eftir henni í 5.000 ár. Það að segja eins og við munum að Móses hann skipti Rauðahafinu fyrir 3.000 árum, en það var ekki nema kannski rúmkílómetra vatni sem hann var að flytja til. En við erum að tala 100, 200, 300.000 rúmkílómetra vatni sem að leiðtogar heimsins eru bara að fjalla bara okkur ráðstefnum sem við geispum yfir á hverju augnablikki. Þannig að mantran mín hefur alltaf verið þessi bara að reikna út hvenær einhver á lífi sem þú munt elska og staðan svo að árið 2160 einhver á lífi sem að börn okkar munu kannski þekkja mest í sínu lífi. Þannig að okkur ekki finnast 2100 að vera handan við ímyndunarafl heldur 2100 bara hálfa leið í bara þeirri samfellu sem við höfum komið af stað með því að bara eignast börn og fjölskyldur og hitta einhvern í dýragettinni hérna. Þannig að óska ykkur til hamingju með öld vassins, eða já, dag vassins og ég óska þess að öld vassins verði gæfurík vegna þess að við tökum góðar ákvarðanir. Takk fyrir.